Sjúkraþjálfun hefur verið kennd við Háskóla Íslands frá því 1976. Á þeim tíma hafa orðið miklar breytingar, ekki bara á kennsluháttum heldur líka á náminu sjálfu, meðal annars með tilkomu fjölbreyttra rannsókna. Ég hef verið í mínum rannsóknum fyrst og fremst að skoða axlarvandamál og að ákveðnu leyti hvað einkennir þá sem þurfa að gera krefjandi hluti endurtekið eins og kastíþróttamenn eða hljóðfæraleikarar sérstaklega. Ef maður slettir svona high performers, hvað í raun og veru, hvaða eiginleika þeir búa yfir til þess að þola það álag sem fylgir því sem þeir gera. Þetta eru náttúrulega bara atvinnumenn í sínu sporti, en eins og með strengjaleikarana þau náttúrulega gera svo ótrúlega mikið. Hvað gerist? Ég veit það ekki, þetta var bara ótt. Ok, lenturðu eða? Bara steig og bara. Ok. Monta fram niður? Já. Ok, en að beygja? Já, til að svona hérna. Ok, prófa að standa upp og stíga í. Jæja Ása, þú mátt byrja því að draga hægri hælinn í átt að rassinum. Róbert, það næst ætlar að velta þér að mér, hérna að endanum rúminu. Það sem að klíníska námið hér á spítalanum bæti við bóklega námið er að maður fær að vinna í nánd við alvöru sjúklinga, hvort sem koma að vinna á bráðamóttöku eða hér á gjörgæslu þar sem fólk getur verið ansi veikt og illa á sig komið. Treystu þér í nokkrar öndunaræfingar? Já. Róbert, við skulum taka 8 endurtekningar. Og þetta er mjög mikilvægt til þess að samtvinna það sem maður lærir í skólanum, þar sem við fáum mjög góðan fræðilegan bakgrunn, en fáum síðan loksins að nýta hann almennilega hér á spítalanum. Svo stígurðu hægri og vinstri. Flott. Og svo máttu stækka svolítið skrefin og horfa svolítið fram. Klínískt nám hefur helst kennt mér bara hversu fjölbreytt starf sjúkraþjálfara er og ég kynntist því einstaklega vel á bráðamóttökunni þar sem fólk kemur í alls konar ástandi og þar er maður svona hvað helst kannski að meta hvort að fólk sé tilbúið til þess að fara heim eða hvort að þurfi bara hreinlega að leggja það inn á aðra deild á spítalanum ásamt því að veita mikla fræðslu og ráðleggingar varðandi hjálpartæki og slíkt. Halla svo búknum vel fram. Sjúkraþjálfunin hér á gjörgæslunni er fyrst og fremst endurhæfing. Hér hefst endurhæfingin eftir svona mikil veikindi. Þannig að í stuttu máli þá erum við að hjálpa fólki aftur á fætur. En það er búið að vera mjög áhugavert að fylgjast með samvinnunni hér á spítalanum í Fossvogi og mjög gaman að vera partur af þessu stóra samfélagi. Nemendur sem að koma í klínískt nám á Reykjalund, að þau fá að kynnast þverfaglegri teymisvinnu, allir skjólstæðingar, að þeir fá þverfaglega nálgun og við erum með 8 meðferðarteymi. Stoppa. Já, þess að tylla sér. 93. Já, það er búið að vera langt og strangt. Svo fá nemendurnir að kynnast alls konar hópastarfi og stýra hópum, til dæmis vatnsleikfimi. Og við ætlum að draga að okkur svona róður og síðan ýtum við fram. Og þolþjálfun hjá lúna- og hjartasjúklingum og bara mjög margt fleira sem þau hafa kynnast hér. Rannsóknir hafa sýnt fram á það að lotuþjálfun fyrir þennan lúnahóp, það er að skila meiri árangri, að þenja þau eins mikið og við getum í stuttan tíma. Jæja, aftur á stað! Munurinn á skólanum og klíníkinni er að klíníkin er miklu meira ögrandi umhverfi og þú hittir alvöru skjólstæðinga með vandamál og það er að setja með heilsu sína og líf sitt í þínar hendur. Þú mátt svona toga í bandið og ýta hérna svona niður. Þetta er svona svo þú þorir að nota öxlina þína af því að þú ert búin að vera svolítið hræddur við að nota öxlina upp fyrir höfuð. Ég útskrifaðist fyrir 10 árum úr sjúkraþjálfun og fyrst eftir útskrift þá fór ég að vinna á Landspítalanum og þegar ég var búin að vinna þar í 4 ár og þá fór ég að vinna svona sjálfstætt á stofu þar sem að dagurinn er fyrirfram skipulagður og jafnvel vikan fyrirfram skipulagð. Þú ert ekkert að skemma þó þú fáir aðeins verk í öxlina. Mér finnst ég svo heppin að undanfarin ár sem ég hef unnið á stofu að þá hef ég getað elt svolítið mitt áhugasvið og það hefur breyst alveg á tímabilinu. Undanfarið hef ég haft meiri áhuga að vinna með fólki með langvarandi verki þar sem ég er að hjálpa fólki að skilja verkina. Þá
Það var alls ekki planið þegar ég var að læra og alls ekki mitt áhugasvið, en svo hefur það þróast og ég hef togast í þessa átt og það er bara ótrúlega gaman að sjá hvað maður getur hjálpað fólki mikið með svona langvinn einkenni. Og að sjá fólk ná árangri er bara engu öðru líkt og það er bara ótrúlega skemmtilegt. Það er bara, ég elska það. Ég fór út í rannsóknir að loknu námi fyrst og fremst bara út af einskærri forvitni. Ég áttaði mig á því bara strax eftir útskrift að það var slatti af spurningum sem ég átti eftir að fá svör við. Það sem við vorum að skoða hérna, þegar menn skjóta á gólfi þá hefur alltaf verið stígur fram hér og þar af leiðandi nærðu að búa til kraftinn. Þannig að við vorum að sjá hvað eiginlega gera menn í loftinu til þess að búa til kraftinn sem þarf til þess að hlaða í almennilegt skot. Og þarna erum við að hugsa í raun og veru hvaða áhrif hefur það á hvernig öxlin hreyfist, hvernig menn nota allt hitt. Það að vera í rannsóknum og kennslu á sama tíma og ég er í klíník eflir mig sem klíníker. Ég er alltaf að hugsa af hverju ég er að gera hlutina sem ég er að gera á stofunni og sama hátt eflir þetta mig í rannsóknum og kennslu þegar ég get komið þar lendi með nýjar dæmisögur það sem er að gerast í klíníkinu og tengja það inn í það sem við erum að tala í kennslunni. Sjúkraþjálfarar starfa víða í samfélaginu, en sama hvort þeir starfa með afreksíþróttafólki eða með fólki með langvinnan vanda, þá er í raun markmiðið alltaf það sama. Það er að koma fólki aðeins á betri stað, þannig að þau geti tekið betur þátt í samfélaginu.